Byggðasafn Reykjanesbæjar varðveitir í dag 5.000 myndbandsspólur frá Viðari Oddgeirssyni. Viðar starfaði hjá RÚV í 3 áratugi, meðal annars sem kvikmyndatökumaður og fréttaritari á Suðurnesjum. Myndbandasafn Viðars eru mikil verðmæti fyrir byggðasafni í Reykjanesbæ sem vinnur á því að koma safninu á stafrænt form. Sagan náttúrulega sífellt að skapast, bara með við erum að tala hérna núna. Já. En hversu mikið einhvern veginn óunnið á þessu safni? Það alveg óendanlegt. Það sem okkur finnst áhugavert ekki endilega það sem næstu kynslóð finnst áhugavert. Þess vegna skiptir svolítið máli að hafa svolítið víða söfnum. Og við myndum kannski vera að hugsa mikið svona myndir og svo kemur eftir kannski 20 ár þá kannski finnst fólki einhvern veginn allt annað skipta máli. Ef við hugsum bara 20 ár aftur í tíma, það ekki alveg það sama sem að gildir í dag. Þannig að það skiptir máli að eiga svolítið svona fjölbreytni og hafa möguleikann. Þetta sé ekki einhvern veginn bara búið, sko. Hafa möguleikann að vinna úr þessu. En til þess að þetta nýtist þá verður þetta að vera á því formati sem fólk getur notað. Þannig að þetta verður að vera á stafrænu formi, hvort sem eru þetta myndefni, myndefni hans heimis, þetta verður að vera þannig að þú getur komist nálægt þessu í gegnum tölvu. Og það bara lykilatriði. Og þetta á Viðar Oddgeirsson nánast allt saman? Já, þetta rauninni hans svona öllu leyti hans safn eiginlega. Hann hefur verið að safna þessu hjá Ríkisútvarpinu, mikið af hans eigin upptökum. Og svo höfum við líka fengið svolítið frá fólki hérna í bænum, svona einstaklingar sem hafa verið að taka litla 8 mm vélar. Við höfum fengið það og hann hefur verið að yfirfæra það á annað format. Og fólk hefur einmitt notið þess að sjá brot úr þessu safni í lífi í bænum, það rauninni hér. Hversu mikið, það sem hann nýlega fallið frá, hversu mikið var hann búinn að færa yfir? Hversu mikið verk kannski hérna eftir? Já, það eiginlega vandinn, sko, því að hann þekkti þetta safn mjög vel. Og kannski svo vel að engin annar í rauninni veit alveg nákvæmlega hvernig þetta sem að stendur. Öll þessi skráning frá honum. Þannig að það þarf einhver sem að þekkir vel til þessar tækni að koma hérna inn og átta sig á því hvað mikið eftir og hversu auðvelt það Þetta eru nokkrum tæknistig hérna. Sumt mjög einfalt að færa yfir, annað flóknara. Þannig þetta þarf, það fór svona svolítið hratt frá okkur eða fljótt frá okkur og það var mikið verk eftir hérna. Já, hérna náttúrulega, þetta jafnvel með því dýrmætasta sem hérna á safninu. Hérna eru myndir af fólki, daglegu lífi einhvern veginn í bænum og íþróttum og atvinnulífi og hvaðina. Já, þetta alveg ómetanlegt, sko, algjörlega. Eins og ég sagði áðan, sko, myndir, allt myndefni bara verðmætt. Já. Og allt sem maður getur, og það auðvelt að vinna, ef maður kemur því á stafrænt form, þá auðvelt að vinna það á skemmtilega máta. Og sú kynslóð sem að vaxa upp núna, hún hugsar örugglega allt með myndir, allt sem að fer út á vefinn. Og því meira efni sem við eigum sem hægt að velja úr, það sé ekki búið margnota sömu spólurnar aftur og aftur. Það bara gott að eiga svolítið fjölbreytni líka. Þú getur valið úr og skeytt saman allavega, þannig það er hellings svona hráefni hérna til þess að nýta fyrir framtíðarkynslóðir sem eiga örugglega eftir að meta þetta enn meira við, sko.